Góðan dag og velkomin á 5. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra og ég ætla að byrja á því að fara yfir mætingu og þau sem eru mætt hér eru Ingvar Pétur Guðbjörnsson, D-lista, Eydís Indriðadóttir, D-lista, Þröstur Sigurðsson, D-lista, Erla Sigríður Sigurðardóttir, A-lista, Þórunn Dís Þórunardóttir, A-lista, Margrét Harpa, Guðsteinsdóttir, A-lista og Eggert Valur Guðmundsson, A-lista. Auk þess situr fundi Jón Valgeirsson, sveitarstjóri sem rita fundagerð. Þá ætla ég næst að kalla eftir hvort það eru ykkur athugasemdir við útsent fundaboð. Það ekki, þá göngum við bara til dagskrár og förum í fyrsta lið sem samantekt sveitarstjóra sem hefðbundið hefur verið á þessu kjörtímabili að sveitarstjóri eða oddviti fer yfir svona nokkra minnispunkta á milli funda. Gjörðu svo vel, Jón. Já, góðan daginn. Það svona nokkri punktar sem ég vil fara yfir og ég ætla reyndar að hafa vinnureglu að það sé bara eingöngu á einu af 4 blaði sem þeir punktar sem ég fara yfir. Það nú kannski fleira sem kannski stundum liggur á bakvið þetta hjá mér eða okkur öllum hérna sem við erum að sýsla bakvið tjöldin sérstaklega. En ég kannski uppöfið þá kannski ágætt að ávarpa það að það var fundur hérna, fróðlegu fundur sem var búið til hérna í Rangárhöllinni uppbygging og varaflugvelli á Suðurlandi. Þetta spennandi verkefni og fróðlegir fyrirlestrar. Og þetta er mikið langlauf, þá þetta gaman að þessi vera ávarpa svona einhverja framtíðarsýnir. Nei, það ljóst ef þetta verður einhvern tíma þá verður alltaf töluvert í það. En fróðlegt samt. Nú síðan var upp í Hrauneyjum ágætisfundu með samgöngu og umhverfisnefnd Alþingis í sambandi við svæðisáætlun fyrir Suðurhálendið, sem sveitarfélögin hérna á svæðinu eru að vinna, sem geysilega mikið frumkvöðlaverkefni og mjög spennandi og til fyrirmynda fyrir sveitarfélögin. Þannig að vonandi hægt að fara að klára það svona vinnuna á þessu ári og fara að auglýsa og koma svo bara í gagnið á næsta. Nú síðan var svo heppinn að það er svo margt skemmtilegt að gerast í sveitin okkar og ég komst í hellan á Hellu daginn að hlusta á Bjarna Harðarsson að flytja erindi frænku sína Guðrúnu Ívarsdóttur, Draug og Þykkabænum og eftir það þá ég fann að skilja okkur svona margir ljósastörar í Þykkabænum. En bursið frá því þá þetta frábært verkefni hellarnir í Hellu og mikið frumkvöðlaverkefni og frábært ferðarþjónustuverkefni og ég alveg samverðu það að þetta svæði okkar á margar svona góða punkti inni og ég veit að það alveg eftirspurn eftir svona. Nú síðan áttum við fund með Landsvirkjun, með forsvarsmenn með Landsvirkjun daginn. Svona var eitt af þessum áhersluatriðum sem við vildum leggja á í sambandi við orkuuppbygginguna og nýtingu orkunar sem var mjög gott samtal og fróðlegt og alveg ljóst að Landsvirkjun svo lykilatriði svo sem í svona ákveðnum áformum sem við höfum í sambandi við græna inngarða og annað og verður bara gaman að vinna þessi verkefni áfram með þeim. Nú síðan þetta rúsina í pulsendanum að ég komst í landréttir upp í Áfangagil. Ég komst í rétti nummer 1 af 3 þannig þetta árið, þannig nú ég bara eftir 2 og þetta var mjög skemmtileg samkoma. Ég var svo sem komið í ýmsar réttir áður en þetta var fyrstu réttirnar hérna í Rangárvallasýslu. Nei, fyrirgefðu, ég farið í Grenstákarréttir, ég best afsökunar þessu. En þetta er mikið fyrirmynda samkoma og mikið og gott starf sem unnið þarna upp afrétti, greinilega. Nú síðan svona ýmis svona verkefni sem í gangi, kannski ekki alveg tæmandi listi, en það auðvitað mjög spennandi verkefni sem hefur verið verið að vinna í sambandi við Bjargslandi svo kallað, fyrir vestan Rangá, á Hellu. Og það svona að komast á ákveðna mynd að þróa það hverfi áfram. Þetta er töluvert skemmtilegt verkefni og einstakt svæði sem örugglega, ef það verður fljótlega, þá verður þetta alveg einstakt svæði á landsvísu. Þannig að það verður gaman að vinna það áfram og vonandi getum við skilað því í einhvers svona deiliskipulagsform svona innan einhverja vikna eða mánuða. Nú síðan haustið svolítið tími ferðalaga hjá sveitarstjórn og okkur sem erum aðeins í stjórnsýslunni og fyrsti stóri þátturinn var svolítið landsþing íslenska sveitarfélaga sem var haldið á Akureyri. Það sem að vera svona stilla strengi og leggja línu fyrir næsta kjörtímabil og ljósta ýmislegt sem að sveitarfélögin þurfa að glíma við, bæði verkefni og fjárhagsmál og ýmislegt sem raun og veru mjög krefjandi fyrir sveitarfélögin að komast í gegnum, en allavega þarna svona verið að leggja línuna fyrir næsta kjörtímabil og mjög svona fróðlegt og góðar umræður það. Nú síðan er hérna
skemmtilegt verkefni sem verið að vinna svolítið hérna á Suðurlandsvísu sem Sinfóníuhljómsveit Suðurlands og ég rakið nefið hérna í Sónheimili hérna á Hellu og þá voru þeir að spila fyrir hluta af grunnskólabörnunum hérna í sveitarfélaginu og þetta mjög gaman og gaman að sjá viðbrögð krakkana þegar hérna þau hlusta á þessa tónlist sem að þau kannski ekki að hlusta á dagstælega, geti ímyndað mér. Þannig að það tónlist í okkur öllum. Ég alveg samfærður það. Nú síðan var hérna í kjördæmaviku þingmanna fyrir Suðurkjördæmi þá funduðu þeir með öllum sveitarstjórnum hérna í Rangárvallasýslu. Heldum með það góðan fundir í Þykkabæ, þar sem á að vera svona farið við málið, þar sem sveitarfélögin svona fór yfir sínar áherslur og þingmenn svo sem voru þá að ræða hvernig þeir svona nálgast málin og það eru ljóst að ríki og sveitarfélög sem svona lykil aðilar í opinberri þjónustu eftir sem að við getum stilt betur saman strengi okkar því hérna betra það fyrir alla þannig að það þetta mörg verkefnin þarna en samtalið gott. Nú svo kannski á lokum að þá annar félagskapur sem að ég verð líka að hrósa sérstaklega og það Oddafélagið og svo starfsemi og svo rannsóknarstarfsemi sem unnin þar og búið alveg að lyfta grettistæki hérna í rannsóknum á þessum forna höfuðbóli og kirkjustað Odda og þetta þetta fyrsti vísir vonandi að uppbygging Odda þannig að það væri þetta draumurinn að sjá höfuðstaðin Odda byggjast upp aftur í einhverju mynd þannig að það þetta verkefni kannski okkar allra og bæði okkar og kannski Rangárvallasýslunnar allar að huga því hvernig við gerum Odda að alvöru höfuðbóli aftur. En þetta var það nú helsta sem að ég ætla að koma á framfæri núna þannig að þá voru bara að spila hvað kemur næst. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta Jón, þessa fínu yfirferð og ég held að þetta sé bara jákvætt að við fáum svona smá innsýn inn í störf sveitarstjóra á milli funda og bara mjög gott og eins og hann sagði að þá þetta þarf að draga mörkin einhver staðar og ekki þetta þylja allt upp. En fínt þá förum við lið 2 sem tilnefning í nefnd stjórnun friðlandsins, friðlanda Fjallabæki. Við höfðum skipað í þessan nefnd eða stjórn í upphafi kjörtímabilsins en það hefur sennilega láðst að senda það til Umhverfisstofnunar en Umhverfisstofnun að kalla eftir þessum tilnefningu núna formlega. Þannig að tillagan gengur út á það að Magnús Hrafn Jóhannsson, Jóhanna Hlöðversdóttir og Guðlaug Berglind Guðgeirsdóttir verði aðalmenn og til vara Fjóla Kristín Blandón, Gunnar Aron Ólafsson og Sigurgeir Guðmundsson og ég ætla að gefa orðið bara laust þessa tilnefningar. Þessi geta samþykkt þetta, vissulega gefa merki, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Þá næst erum við í lið 3 sem þjónustusamningur Ungmennafélagsins Heklu, þar sem þau að kalla eftir endurskoðun á þeim samningum. Og það erindi þarna frá stjórninni í gögnunum ykkar og í raun og veru þá komið að endurskoðun á fleiri samningum. Þannig að ég ætla bara að gefa orðið laust bara almennt, auðvitað þetta erindi og almennt þessa samninga. Ef einhverju vilja tjá sig það, þá gengur til að okkar út á það að vísa erindinu til heilsu íþrótta og tómstundanefndar til að vinna á endurskoðun á samningum og að nefndin taki aðra samninga sem falla undir nefndina og til endurskoðunar. Að nefndinu verði falið að vinna þetta. Þessi geta samþykkt þetta, vissulega gefa merki, ykkur á móti, samþykkt samhljóða. Þá erum við lið 4 sem beiðni fjárstyrk til æskulýðsnefndar kirkna í Rangárvallasýslu. Mér sagt að þetta sé hefðbundið erindi sem berist árlega og tillagan að mér sagt líka hefðbundin af afgreiðslu.
Þessi geta samþýtt þetta vinsamlega gefamerki, samþýtt samhljóða. Þá er að liður 5 sem er í raun og veru varðar gatnagerð í Lyngöld og Melöldur sem eru göturnar hérna út á Sandi sem eru eftir. Tillagan gengur út á það að þessu verði vísað í fjárhagsáætlunargerð þannig að verði gert ráð fyrir kostnaði við þessar götur á næsta ári. Hönnun og skipulagsþáttur þessa máls er búinn þannig að við þurfum ekki að leggja pening í það þannig að þetta snýr þá eingöngu að verklegum framkvæmdum og kostnaði við verklega framkvæmdir. Ég held að það sé skynsamlegt til okkur að vísa þessu inn í fjárhagsáætlun á vinnuna og taka ákvörðun þar hvort að við tökum eina eða hvort við förum í þær báðar. Það er Jón er búinn að vera í sambandi við hvað heitir það, Bjarg byggingafélag, Bjarni held ég hann heiti þar og þeir hafa sýnt áhuga fyrir því að koma og byggja 2 raðhúsa einingar, 4 íbúða, 5 íbúða einingar og ég held að við verðum að skoða það í fjárhagsáætlunarvinnunni hvort að eða þetta snýst svolítið það hvort við förum í báða göturnar ef að Bjarg er tilbúið að koma en við verðum að hafa það líka í huga að varðandi Bjarg að við þurfum auðvitað að leggja fram stofnframlag sem er 20% sem þýðir það svo að náttúrulega fáum þá ekki og það er í raun og veru lóðin sem við leggjum fram þannig að það verður þá engan við innheimtum þá ekki gatnagerðargjöld á móti þannig að en allavega þá við leggjum til að þessu verður vísað til fjárhagsáætlunargerðar og við förum í það minnsta í aðra götuna og eftir atvikum hvernig mál þróast í þar báðar. Þessi geta samþýtt það, eða kannski gefa orðið lausn það fyrst. Þessi geta samþýtt þetta, vissulega gefa merki, samþýtt samhljóða. Því næst er breytingar á skipun í almannavarnanefnd, Rangavallar og Vestur Skaftafellssýslum. Við vorum búin að skipa í þessa nefnd eins og nefndina þarna Friðlandið, þarna eftir kosningar. En það hefur nú verið svona óskrifuð regla að bæjar og sveitarstjórar hafa setið í þessum almannavarnanefnd og þannig að tillagan gengur út á það að Jón verði aðalmaður í almannavarnanefnd og Erla Sigríður sem hafði verið kosin aðalmaður verði varamaður hans í nefndinni. Ykkur sem vilja tjá sig þetta? Þessi geta samþýtt þetta vinsamlega gefamerki, samþýtt samhljóða. Því næst er erindi frá UNICEF ungmennaráð og þátttöku barna í starfi sveitarfélaga. Og það er þarna í gögnunum erindi frá UNICEF ungmennaráð og þátttöku barna og við leggjum til að þetta sé í raun og veru kynningamál á fundinum og auðvitað gef ég bara orðið lausn það en að öðru leyti þá greiðum við ekkert atkvæði þennan lið. Ykkur sem vilja ræða þetta? Svo er ekki, þá höldum við bara áfram, förum við lið 8 sem er vindorku vettvangsferð til Danmerkur sem er á vegum State of Green, danska sendiráðsins og Grænuvangs. Ég held nú að SAS hefði verið eitthvað innviklað í þetta líka, en tengiliður. Það er sem sagt verið að bjóða upp á kynningaferð varðandi nýtingu vindorku til Danmerkur 24. til 7. október og það má kannski segja að okkar sveitafélag sé svona allavega ekki aftarlega meirinni hvað varðar nýtingu vindorku því að það eru þarna 2 vindorkuver í Búrfellslundi og við Blöndu sem eru komin í nýtingaflokk rammaáætlunar og við höfum fengið kynningu
á þessum hugmyndum við Búrfellslundi sem er gríða mikið framkvæmt og kemur inn á borð til okkar en ég vil gefa bara orði laust þetta eða þessa afgreiðslu sem þið sjáu þarna að við leggjum til að skipulagsfulltrúi og formaður skipulagsnefndar taki þátt í þessari kynningu. Gjörðu svo lengur. Já, og þetta bara svona vangavelta hvort ekki væri ástæða til þess að færi einn frá minnihlutanum líka í þessa ferð, en það er svona, ég veit ekki hvort það er í boði á þeim sem eru að skipuleggja ferðina, en manni þætti það nú kannski allt í lagi að það væri svona báðir aðilar hefðu aðgang að þessu. Takk fyrir það, Ingvar. Jú, mér finnst það alveg koma til greina að við bætum við einum í áhöfnina frá okkur. Það er bara, held ég, besta mál. Ég bara þekki ekki alveg hvernig staðan á þessu er, hvort að þetta er orðið uppselt eða hvernig það er, en ég líti á þetta bara sem breytingartillögu við þessa tillögu sem liggur fyrir, að það fari 3 frá sveitarfélaginu í staðinn fyrir 2. Það er mögulega uppselt segir sveitarstjórinn, þannig að ef við ekki bara bóka bara að skoða verði hvort að sé ekki hægt að bæta fulltrúa úr einu fulltrúa úr skipulagsnefnd við hópinn. Allavega þá legg ég þetta svona upp og við getum lagað bókunum á eftir. Þessi geta samþykkt þetta vinsamlega gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá er það 12. liður sem kemur frá félagsmálanefnd, tekin út úr fundargerð félagsmálanefndar, þar sem er tillögur endurskoðun á reglum stuðningsþjónustu við fólk 18 ára og eldri og endurskoðun á reglum stuðningsþjónustu við börn og fjölskyldur þeirra og endurskoðun á reglum starfsfólks félagsþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu sem veita stoð og stuðningsþjónustu. Og það er lagt til að tillögur endurskoðun á reglum stuðningsþjónustu við fólk 18 ára og eldri og endurskoðun á reglum stuðningsþjónustu við börn og fjölskyldur þeirra og endurskoðun á reglum starfsfólks félagsþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu sem veita stoð og stuðningsþjónustu verði samþykktar. Viljið þið ræða þetta eitthvað? Þessi geta samþykkt þetta vinsamlega gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá er að liður 9 sem er fundargerð byggðarráðs og ég ætla að biðja kannski áður við förum í fundargerðina að leggjum hana fyrir að við gerum stutt fundarhlé og ræðum einstakarlið í þeirri fundargerð. Já, flott þá höldum við þessu fundi áfram eftir örstutt fundarhlé og við erum með hér á dagskrá okkar næst lið 9 sem er fundargerð byggðarráðs og út úr henni búið að taka hér einn lið sem kannski upphafi áður en við förum yfir fundargerðina þá ætla ég að leggja til að lið 12 og lið 23 verði frestað að taka afstöðu til að leggja til að við frestum að staðfesta þessa 2 liði og tökum þá út. Það er liður 12 og liður 23. Liður 13 og 23.
og ástæðan fyrir fresturinn svo að við okkur langar til þess að endurskoða lóða úthlutunar reglur áður en að við staðfestum þessar úthlutanir. Þessi geta samþykkt það, vinsamlega gefamerki, samþykkt samhljóða. Þá förum við í hérna eiginlegu fundagerð og byrjum á því að taka þennan lið þarna 9.2 sem viðauki sem við tökum út úr fundagerðinni. Ég ætlaði kannski að biðja Jón að renna örstutt yfir hvað þetta snýst þessi viðauki. Já, viðaukinn, hann svo sem svona aðeins samantekt og hann númer 5 í röðinni eins og kemur hérna fram. En þannig hann verið að taka fram inn í raun og veru í fyrsta leik kannski viðauka sem að Oddi BS var búin að gera sem sagt, á sínum fundi sem kannski svona stærsti hlutin í þessu. Og það ákveðnar breytingar á tekjum og gjöldum sem betur fyrir tekjurnar aðeins aukjast líka. Það að segja að það eru komið aukna tekjur útsvari og jöfnunarsjóði aðeins. Og svo svona ákveðir ekstra kostnaður og uppgjör á skrifstofunni vegna fyrrverandi sveitarstjóra og fleira sem kom inn í þetta. Og svo eru þarna kannski stórliður líka sem eru raun og verðlagsbreytingar. Sem eru raun og veru þá bara vegna þess að verðbólgan því miður miklu meiri heldur en var þegar áætlunargerðin var klárið fyrir tæplega ári síðan. Þannig að það raun og veru hefur áhrif á rekstur þessa sveitarfélagsins og allra og flestra annarra. En samt sem áður þannig að aukna tekjur vega svona eiginlega á móti auknum rekstrarkostnaði, þessum beina rekstrarkostnaði, en heildaráhrifin á niðurstöðu samstæðunar sveitarfélagsins raun og veru skýrist þá vegna verðlagsbreytingana. Þannig að það má segja að svona kannski nettó fjárstreymið í viðaukanum svona nánast núlli, en reksta niðurstöðan verður lakari sem að nemur raun og veru verðlagsbreytingunum. Takk fyrir þetta, Jón. Þetta ráðum ekki við verðbólgubálið og allt það sem að því fylgir. Ég ætla að taka bara þennan lið og gefa orði laust þennan lið og taka svo fundagerðinni heild sinni á eftir. Þessi geta samþykkt þennan viðauka, vissulega gefa merki, samþykkt samhljóða og þá erum við með fundagerðina í heild sinni og ég gef orði laust fundagerðina og ætla að leggja til að í lið 21 það nú, að það verði bókað að sveitarstjórn sé ekki að taka afstöðu til eignarhalds í þessari staðfestingu sinni heldur eingöngu nafnabreytingu á landi. Þessi vilja ræða fundagerðin öðru leyti. Þessi geta staðfest fundagerð byggðarráðsvísilega gefa merki, samþykkt samhljóða. Þá það liður 10 sem samgöngu- og fjarskiptanefnd og þar raun og veru var verið að fara yfir minnisblöðu varða Minnahof og aðkomu Rangárljós að þjónustu við það íbúðarsvæði. Þar hefur landeigandi boðist þess að afhenda innviði án endurgjalds og nefndi leggur til að Rangárljós taki jákvætt erindi og gerða verið kostnaðargreiningar á því og unni verði að drögum að samningum. Ég ætla að gefa orði laust þetta. Það ekki við tjásið til að gengur út á það að sveitarstjórn samþykki að Rangárljós geri kostnaðargreiningu varðandi íbúðarsvæðið á Minnahofi og unni verði að drögum að samningum. Þessi geta samþykkt það vinsamlega gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fundagerð skipulags- og umferðarnefndar og þá fyrst hefst nú lesturinn fyrir alvöru og við byrjum bara hér á lið 11.1 sem
eru gaddstaðir 20, 21, 22, breyting á mörkum innbyrðis. Þar sem að skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áformaða skiptingu lóðana og heimilar umsækjendum að leggja fram nauðsynleg gögn því til fullnustu. Nefndin leggur til að veitt verði heimild til skipulagsbreytinga í kjölfarið. Þannig verður væntanlega sameina lóðir. Þessi geta samþykkt það vinsamlega gefamerki, samþykkt samhljóða. Svo er 11.2, það eru stóru vellir, það eru landskipti. Þar gerir skipulagsnefnd ekki athugasemdir við áformu landskipti. Þessi geta samþykkt það vinsamlega gefamerki, samþykkt samhljóða. Ölversholt 3 landskipti. Það er sama afgreiðsla skipulagsnefndar, hún gerir ekki athugasemdir við áformu landskipti né áforma heiti á lóðinni. Þessi geta samþykkt það vinsamlega gefamerki, samþykkt samhljóða. Þá er það Heiðabrún landskipti. Það er raun og veru sama afgreiðsla skipulagsnefndar og áður, þar sem þau gerir ekki athugasemdir við landskipti né fyrirhugað heiti á lóðum. Þessi geta samþykkt það vinsamlega gefamerki, samþykkt samhljóða. Ægisíða 1 landskipti. Það er sama afgreiðsla skipulagsnefndar, hún gerir ekki athugasemdir við áformu landskipti né heiti á lóðum. Þessi geta samþykkt það vinsamlega gefamerki, samþykkt samhljóða. Það var Bjalli 2. Það er sama niðurstaða skipulagsnefndar. Þessi geta samþykkt það vinsamlega gefamerki, samþykkt samhljóða. Svo er það hér beiðni hraðahindrun, Langöldu 18. þar sem að erindi var tekið fyrir varðandi að koma fyrir þarna hraðahindrun. Og skipulagsnefnd bókar að hún þakkar fyrir góða ábendingu og nefndin leggur til að gerða verði upphækkanir gangbrautir í samræmi við staðsetningu í gildandi skipulagi. Þessi nefndin er að hnykkja á því að hraðahindranir verði settar upp í samræmi við það skipulag sem er í gangi og við getum samþykkt það, er það ekki? Samþykkt samhljóða. Svo eru ljósleiðar frá Þjórsá að Hólsá, umsókn framkvæmdaleyfi og nefndin fór yfir málið og já, það var svona áhöld hvort að þetta væri til afgreiðslu eða til kynningar. Ég legg til bara að þetta sé lagt fram til kynningar hér. Svo er það starfshópur til að skoða og gera tillögur til umhverfis orku og loftslagsráðuneytis sem nýtingu vindorku og skipulagsfulltrúa var falið að setja saman greinargerð. Þessi geta samþykkt það vinsamlega gefamerki, samþykkt samhljóða. Svo er Austarsholt beiðin undanþágu vegna fjarlægðar hús frá vegi. Nefndin gerir ekki athugasemdir við staðsetningu þessa nýja íbúðarhús og leggur til að undanþága verði veitt frá umræddri grein skipulagsreglugerðar. Þessi geta samþykkt það vinsamlega gefamerki, samþykkt samhljóða. Svo eru umferðarmál og merkingar innan hellu. Þar sem nefndin leggur til að verði gerð framkvæmdaráætlun frá þjónustumiðstöð, þar sem verði gerð grein fyrir forgangsröðun framkvæmda sem eftir eru og það eru þetta orðið svolítið brýnt að merkja gangbrautir og annað sérstaklega kringum skólan og svona helstu leiðum. Þannig að ég vænti þess að forstöðum að Ráðaldahús eigna og framkvæmdasvið, hvað heitir nú, eigna og veitus, hann sé að vinna þetta og þetta verður forgangsraðað, þessu verður forgangsraðað í réttaröð. Þessi geta samþykkt þetta vinsamlega gefamerki, samþykkt samhljóða. Svo er það Laugar fiskeldi, beiðni umsögn
og það er lagt fram til kynningar. Ég sé nú ekki neina niðurstöðu frá nefndinni, þetta ekki kynningamál? Jú, þetta lagt fram til kynningar, þetta laugar. Svo að Svínaey ás 10, það deiliskipulag. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Nefndin samþykkir jafnframt framlagðar tillögur til auglýsingar samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 og þarna verður að fara í deiliskipulag og þessi geta samþykkt samvissulega gefa merki, samþykkt samhljóða. Svo er það deiliskipulag á Mosum. Þar veitir nefndin heimild til að fara í deiliskipulagsgerð og leggur til að fallið verður frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Þetta er takt við þennan lið sem við vorum með hérna á undan. Þessi geta samþykkt samvissulega gefa merki, samþykkt samhljóða. Og svo er Lækur 2 í Holtum, það er deiliskipulag líka. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verður frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagðar tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010. Þetta er í raun og veru eins afgreiðsla og fyrr. Þessi geta samþykkt þetta, vinsamlega gefa merki, samþykkt samhljóða. Svo er sælukott, það er breyting á deiliskipulagi. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar og gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingi víkur að engu frá notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 en telur enga þörf á grenndarkynningu. Þessi geta samþykkt þetta, vinsamlega gefa merki, samþykkt samhljóða. Og þá er það Efrasel 3C, það er líka deiliskipulag. Skipulagsnefndin samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og felur skipulagsfulltrúa jafnhlið að gera tillögu að breytingum á aðalskipulagi Rangárþings ytra sem gilti frá 2016 til 2028 þar sem núverandi frístundasvæði verði breytt í landbúnaðarsvæði. Og nefndin hún samþykkti tillögun og leggur til að hún verði auglýst. Þessi geta samþykkt þessa afgreiðslu skipulagsnefndar vinsamlega gefa merki, samþykkt samhljóða. Þið sjáu það er mikið að vera í þessu sveitafélagi. Deiliskipulög út allt og alls konar. Jæja, þá er það liður 11.22 sem er rimakostslína, það er breyting á aðalskipulagi. Skipulagsnefnd samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 30. grein skipulagslaga númer 123/2010 með heimild skipulagsstofnunar. Var ég að hlaupa yfir eitthvað það? Ég er búinn að fara yfir Efrasel. Lesi þetta bara hérna. Herðu, Rangarbakki 8, breyting á deiliskipulagi. Skipulagsnefnd leggur til að heimild verði veitt lóðarhafum gerð deiliskipulags þar sem gert er ráð fyrir langtíma stæðum, stöðuhýsa og hjólhýsa. Svæði þar sem hort er til yrði austan við vegslóða að hreinsivirki innan núverandi landnotkunarsvæðis, verslunar og þjónustus og ekki verði farið nálægt ytri Rangá. Skipulagið skal fela í sig skilmálum leyfilega stærðir húsa, hýsa, stærði palla, fjarlægðar á milli mannvirkja og þar með talið palla, þéttleika byggðar,
umferðarleiðir, opin svæði og gönguleiðir svo eitthvað sem nefnt. Tekið verði fullt tillit til allra tilrænandi krafnum eldvarnir og lagða verði fram skýra kröfur og stefna varðandi flóttaleiðir á svæðinu. Þetta í raun og veru, svo ég útskýri þetta örlítið, að þá þetta af nú verið í umræðinu þessi hjólhýsi sem að koma hérna niður á Árhúsasvæðið og eigandi þar, það auðvitað bara samræmist ekki því skipulagi sem í gildi þar í dag, þannig að hann verður að leggja fram deiliskipulag til samþykkta fyrir nefndina ef hann ætlar sér að koma hérna fyrir hjólhýsum í langtíma stöðu. Þannig að hann í raun og veru vinnur þetta deiliskipulag og leggur það svo fyrir nefndina og svo kemur ljós hvort að það verður samþykkt eða ekki fyrir sitt auglýsingaferli og svo framvegis. Þessi geta samþykkt þetta vinsamlega gefa merki. Það allt í góðu, sko. En ef ykkur vill bæta við það sem ég sagði áðan varðandi þennan lið þarna númer 11 og 18, þá það velkomið. Flott þá höldum við áfram og þá það 11 og 19 sem eru gaddstaðaflatir. Lúxusgisting deiliskipulag. Skipulagsnefndin tökur vel í framlagðar hugmyndir en óskar eftir að umsækjandi gerir skýrari grein fyrir áformum sínum á fundi með skipulagsnefnd. Sem sagt, sá aðili sem að sækja þetta að hann væntanlegur á fund skipulagsnefndar til þess að útskýra sín mál. Gerðu svo vel, Þorstur. Oddviti ágætu fundamenn. Það svona tvö atriði sem að mig langar til þess að aðeins að rúlla snöggt yfir ef ég með leyfi fundarins. Það sem sagt jákvæðar undirtektir voru kannski umdeilanlegar en hugsunin allavega sú að það sjálfsagt að taka móti viðkomandi aðila og ræða þetta en undirtektir voru misjafnar. Mér langaði líka aðeins til þess að svona í eins stuttu máli og ég mögulega geta örlítið að fara yfir þessar breytingar að þetta verkefni sem að sveitarfélagi náttúrulega ýtt á stað sem að náttúrulega tilfærsla á þessu eldra hesthúshverfi og byrjar náttúrulega í lok síðasta kjörtímabils með vinnuhópi á vegum sveitarfélags og samráðum starfi við hesthúseigendur á gamla staðnum og þetta endar í tillögu og tilboði sem að eigendum var gert á sín tíma og mjög margir bara og bara mun fleiri heldur en kannski ætlað var tóku þátt í þessu og samþyktu að yfirfæra sig á nýtt svæði, nýtt skipulagt svæði sem að menn þekkja og eru til í dag og þar eru komnar 4 götur og allar lóðir farnar út. Þannig að það stefnir í bara magnaða hluti og styrkir náttúrulega þetta svæði sem að við erum að reyna að halda uppi sem landsmótssvæði eða keppnissvæði fyrir hestaíþróttir og við viljum nú meina nú þegar þetta sé besta svæði á landinu en með tilkomu húsa og hesthúsa sem að menn hafa verið að gagnrýna að vantar húspláss að þá erum við í rauninni að gera okkur gildandi og koma þessu svæði í þannig stöðu og það eiginlega bara með ólíkindum og það á engin séns í okkur þannig séð. Svæðið sem slíkt af náttúrunnar hendi bara þannig að það gerist ekki betra. Þessi tilfærsla og náttúrulega forsagan auðvitað svo að í gamla hverfinu hefur náttúrulega bara verið að þrengjast að. Það bara verið byggt í kring og þrengt að bara eins og gengur gerist og þróun enn og víða. Og það kannski ýtir undir það að menn stökka á þennan bát. Og
hugsa sér þannig að þarna með þessari tilfærslu þá er verið að tryggja nýtt svæði, nýtt skipulagt íþrótta- og tómstundasvæði og sem að tryggir þá bara framgang þessa sports og annað sem að því fylgir til lengri tíma. Og það er því svona aðeins, þegar við fáum svo þetta erindi á fund, þá náttúrulega kannski maður eiginlega var svona dálítið kjaftstopp, því að þetta er náttúrulega algjörlega þvert á það sem að menn hafa verið að hugsa. Og þetta er náttúrulega bara hugmynd sem er í skýinu og allt í lagi með það. Og líka gagnvart, þarna er mjög vinsæl gönguleið sem menn hafa verið að reyna að virkja og vilja helst ýta undir líka. Þannig að staðsetningin eða þessi hugmynd sem slíka eins og hún liggur fyrir, hún er náttúrulega bara þannig að það er eiginlega bara því stór undarlegasta mál, það verður nú segist eins og er. Og þessi hugmynd hefur náttúrulega vakið bara þannig viðbrögð hjá aðilum máls og þeim sem eru nú orðnir lóðarhafar á nýju svæði að það er eiginlega bara viðbrögðin hafa verið mikil og hörð á köflum og ég held að hagsmunir sveitarfélagsins liggja nú töluvert í því að menn eru margir hverjir bara á leiðinni í það að fara að byggja og nýtt svæði gefur náttúrulega mun meiri tekjur heldur en eldra svæðið, fasteignagjöld og annað, fasteignagjöld á eldra svæði hafa náttúrulega bara verið bara nánast engin og þannig að menn verða aðeins að horfa til þess að það er verið að tala um uppbygging og svæði sem að mun skila náttúrulega sveitarfélaginu miklu mun meira heldur en verið hefur. Þannig ég vildi bara svona að því það er nýtt fólk hér og þannig að menn viti svona hvað er búið að fara í gegnum núna á þessum stutta tíma þó sem að þetta hefur verið í gangi og nú þegar það eru 2 að undirbúa byggingu og meira í farvatninu núna næstu árum því að þetta eru verkefni sem að menn hafa til 2026 til þess að ljúka þessum samningum eða þessu ferli og menn eru nú þegar byrjaður og það er töluvert mikið stemning en þetta er svona ekki alveg til þess að hvetja menn til dáða í bili svona en auðvitað er þetta náttúrulega bara hugmynd og vinst vonandi úr því. En ég vildi bara koma þessu framfæri þannig að þetta eru þannig að menn hafi einhverja hugmynd það sem menn er að búin að vera að vinna að. Menn er að reyna að koma gamla hverfinu og þessari starfsemi sem þar er út fyrir svona bæjarmörkin og út fyrir þessa trafík og þessa við segja bara slysa hættu sem að við erum að gangi í gegnum bara dag frá degi í þessu eldra hverfi og tryggja það að menn geti stunda þetta í sátt og samlyndi til mjög langs tíma. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Þröstur. Hverju fleiri sem vilja ræða þennan lið? Það langar mig kannski aðeins að fara örstutt kannski yfir þetta að það eru þetta skipulagsnefndin eru þetta ekki að samþykja hvorki eitt eða neitt í þessu heldur eingöngu að kalla eftir frekari kynningu frá þessum aðila sem var að sækja þetta og mér finnst það bara vera góð stjórnsýsla, ekki síst í ljósi þess að við sem sitjum hér vitum það öll að okkar helsti vaxtabroddur hér í atvinnulífinu er ferðaþjónustan og það er algjörlega ástæðulaust og ég sé ekki gera lítið úr því sem Þröstur var að tala ástæðulaust að henda svona hugmyndum beint í ruslið þegar það kom inn heldur skoða þær og taka umræðuna og verði niðurstaða nefndarinnar svo að heimila þetta ekki þarna það er skipulagið þarna gerir ekki ráð fyrir þessum húsum þarna ég veit svo sem ekkert hvernig fundurinn á eftir að þróast með þessum aðila á skipulagsnefnd en hugsanlega verður hægt að finna þá eitthvað annað svæði sem að
hentar betur og bæði út frá skipulagssjónarmiðum og öðrum sjónarmiðum. En allavega þá afgreiðsla nefndarinnar, ég held að það hafi gætt smá miskilnings hjá mörgum að það væri bara búið að samþykkja þetta. Það auðvitað ekki þannig, þetta bara verið að eingöngu að kalla eftir frekari kynningu. Þannig að í raun og veru veit ég svo sem ekki hvort í raun og veru þetta bara hér til kynningar, sko. Ég meina hvort að við erum að fara að samþykja hér að nefndin hitti viðkomandi væntanlega með því að fara að greiða atkvæði, þannig að ég held að þetta sé nú bara hér til kynningar, sko. Þannig að en svo að hitta að ég þetta hvet alla sem sitja í nefndum sveitarfélagsins og ekki sáttir kannski við það sem að formenn og aðrir leggja til, að það þetta bara bóka afstöðu sína. Það þetta bara á að vera þannig og það ekkert náttúrulögmál að allir séu alltaf sammála, hvorki sveitarstjórn eða nefndum. Það lýðræði snýst ekki það að allir séu sammála. En allavega þá þessi liður hér lagði bara fram hér til kynningar, en ég árétta það að það ekki verið að samþykkja eitt eða neitt varðandi þessi hús hér á þessu stigi, heldur eingöngu verið að kalla þetta frekari kynningu. En þetta samt sem áður mjög spennandi dæmi og vonandi getum við fundið ykkur að bara góða lausn á þessu sem allir geta sætt sig við. Gott og vel, þá að minnivelli 5, það breyting á deiliskipulagi. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingi víkur að engu frá notkun, nýtingarhlutfall og útliti og formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 en telur enga þörf á grenndarkynningu. Þessi geta samþykkt tafvinsalega gefamerki, samþykkt samhljóða. Þá það skólasvæði, það deiliskipulag og skipulagsnefnd samþykkti tillögun og leggur til hún verði auglýst. Þessi geta samþykkt tafvinsalega gefamerki, samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin á Rimakotslínunni sem við hljópi yfir áðan. Og þar samþykkti nefndin fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst. Þessi geta samþykkt tafvinsalega gefamerki. Svo það flokkun landbúnaðarlands. Nefndin leggur til að ráðist verði í flokkun landbúnaðarlands í samræmi við stefnu stjórnvalda. Nefndin telur ekki þörf til endurskoðunar aðalskipulagi sveitarfélagsins að því tilefni heldur verði umrædd breyting gerð sérstaklega þar sem að þetta snýr að það verði eingöngu farið í þessa vinnu að flokka landbúnaðarland en ekki í heildar endurskoðun á aðalskipulaginu, heldur þetta tekið út. Þessi geta samþykkt tafvinsalega gefamerki, samþykkt samhljóða. Og svo hér ályktun frá aðalfundi Skógræktarfélags Íslands, þar sem skipulagsnefnd tekur undir mikilvægi þess að skipulagsáætlanir verði í takt við stefnu stjórnvalda skógrækt. Nefndin leggur til að sett verði ákvæði í aðalskipulag sveitarfélagsins sem að öll tilkynnt skógræktar áform yfir 5 hekturum verði skilgreind sérstaklega sem skógræktar og landgræðslusvæði í aðalskipulagi. Við veitingu framkvæmdaleyfa til skógræktar verði tekið tillit til þess að breyting á landnotkun verði gerð samhliða eða eftir á. Þessi geta staðfest þessa bókun skipulagsnefndar, vinsalega gefamerki, samþykkt samhljóða. Svo erum við með 5 fundagerðir. Það frá vinnuhópum framtíðarskipulag íþróttavallasvæða, fundagerð heilbrigðiseftirlit Suðurlands og stjórnar sambands íslenskra sveitarfélaga og ársfundur jöfnunarsjóðs og ársfundur samtaka sveitarfélaga og köldusvæðum. Ég ætla að taka þær bara undir í einu lagi. Gef bara orði laust þær. Ekki við tjásum það að þá já, ég að tala þessa liði, þessa 5 liði þarna í restina. Nú.
Maður sjá, þetta er... Já, við erum að tala hérna meira, maður sjá. Við erum að tala hér um... Við erum að tala um... Já, þetta er miklu meira hérna. Það er ekki bara að taka þetta hverja fyrir sig. Það er vinnuhópur framtíðarskipulag íþróttavallarsvæði með sýnist að vera 2 fundir. Svo er það heilsu, íþrótta og tómstundanefnd. Og fundargerð 19. fundar svæðaskipulag Suðurhálendis. Fundargerð fjallskiladeild Landmannaafréttar og fundargerðir stjórnar Lundar og fundargerðir stjórnar SAS og heilbrigðiseftirlits og stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga, Jöfnunarsjóðs og ársfundur SSK. Þetta eru þetta allar fundir, þetta er ekki til afgreiðslu, þetta er lagðar fram til kynningar en þetta sjálfsagt ef fólk vil ræða eitthvað í þeim að það voru orðið lust til þess. Ég get kannski, hann í fundargerð Lundar, þú hefur kannski vitið að þá auðvitað erum við búin að ráða þarna nýjan forstöðumann eða hjúkrunarforstjóra. Tekur til starfa með minnir 8. nóvember. Kannski það helsta í þessu öllu. Þá segi ég, Þröstur gjör svo vel. Ágætu fundarmenn, ég held að sé í fundargerð heilsu og íþróttanefndar talað um hérna tilvonandi akstursvæði sem að verða að undirbúa. Ég vil bara hvetja nefndina til þess að kalla vel eftir reglum og skoða vel umgjörð á svona svæðum. Þetta er náttúrulega bara mjög krefjandi og mikið umfang sem að menn er að stefna að og það er mjög brýnt að þarna séu farið eftir og settar upp reglur og farið eftir því vinnubröðum sem að tíðkast svona svæði. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt og fagna því að nefndin tæki það vel til skoðunar. Fyrir svo utan það að það er náttúrulega staðsetningin, eða það er reyndar því ég talaði fyrir mig og örugglega fleiri, að þá er þetta náttúrulega algjörlega galin staðsetning þar sem menn er að hugsa þetta núna og ég bara hvet enn og aftur að menn endurskoði þetta og leiti annara leiða. Þetta er náttúrulega bara ekkert nema vesen framöndan en menn alltaf setja þarna upp þetta svæði sem að fyrirhugað er. Takk. Takk fyrir þetta, Þröstur. Það er ábyggilega rétt að það er örugglega umdeilt þetta svæði en eins og við vitum sem öll sem sitjum hér að þá fengum við þetta nú bara í fangið, þetta svæði, og var auðvitað ákveðið á síðasta kjörtímabili að þetta svæði yrði undir, þannig að við höfum ekki farið út í það að finna annað en við höfum fundað með forsvarsmönnum aksturs eða motocross deildarinnar og rætt svona fyrstu skref í þess en þeir hugsa stórt í þessu og vonandi verður þetta bara svæði til fyrirmyndar og það er svona í nágrannasveitarfélögum hafa þessi svæði verið víkjandi, þannig að það er sóknarfæri í að vera með gott akstursíþróttasvæði. En gott og vel, ef það er ekki meira þá fyrirgeðu, Ingvar. Já, oddviti, það er rauninni bara varðandi sömu fundagerð. Það er þarna í lið 4, hvað var það? 3, það sem að nefndin er í rauninni að óska eftir upplýsingar frá sveitarstjórn, hvort að það þurfi ekki að setja það í eitthvað ferli að svara því að þetta nú er erindi beint til sveitarstjórnar.
Þú ert væntanlega að tala um frístunda stykki. Það má segja kannski að við gett bara ákveðins miskilningsinn í nefndinni varðandi fjármögnun á þessu. Það var umræði nefndin hvort að þetta myndi hugsanlega skerða framlögin til íþróttafélagana, en það er auðvitað ekki hugsað þannig. Heldur verður þetta bara nýr liður inn í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og ekki tekið af öðrum liðum. Er fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá bara þakka ég ykkur fyrir góðan fund. Mér langar til að biðja ykkur að hingra aðeins eftir að við slítum fundi, en öðru leyti þá bara segi ég þessu fundi slítið. Takk.